Já, þennan þátt ætla ég að kalla Survivor heilkennið eða afkomanda heilkennið. Má kannski líka þýða það sem Robinson Crusoe heilkennið. Munum öll eftir þáttunum Survival. Og þar fólki kastað á einhverja eyju eða eitthvað afmarkað eitthvað skóg eða afmarkað landsvæði. Og síðan svona fylgst með hvernig fólk bjarga sér, hvernig það byggir upp samfélag og svona hvernig mannlegt eðli fungerar. Og ég horfði nú á þessa þætti svona með öðru auganu, sérstaklega fyrstu þáttunum. Og svo sáum við að það var eftir síðasta þáttinn, þá var svona reunion þáttur. Og þá var það eiginlega undantekningarlaust að þeir sem unnu survival keppnina, þeir sem voru svona í fyrsta og öðru sæti, að þeir hafðu mjög snemma í þáttunum gert með sér bandalag. Þeir hafðu myndað með sér leyni bandalag sem að hélt í gegnum þunnt og þykkt í gegnum alla þættina, sem þýddi að á endanum stóðu þessir tveir einstaklingar uppi sem sigurvegarar. Og margir horfðu á þessa þætti og sá fólk sprikla át allt og vera að keppa og alls konar þrautir og það var fullt í gangi. En þegar upp var staðið þá var þetta bandalag það sem réð úrslitum það hver sigraði Survivor. Og hérna umræðan öll sem ég hef verið að ræða undanfarið þessi leynifélög sem að stjórna heiminum, þessi þetta leyndó allt saman og hérna þetta talum að þetta sé ekki til, þessi samtök sé ekki til, frímúrarreglan sé bara svona eins og hjálparsveit skáta eða eitthvað slíkt og Bilderburg bara saumaklúbbur og allt þetta kjaftaði sko að það minnir mig svolítið á ef þið hafið staðið litla krakka að því að gera eitthvað prakkarastrygg. Þau kannski fara með hendina í kökukrukkuna og sita upp í munnin og að borða súkkulaði keksið. Svo kemur maður aðeins og segir, hvað ertu að gera? Tókstu súkkulaði keks? Nei, ég tók ekkert súkkulaði. Eða svona, ég ekki með neitt súkkulaði keks, sko. Það bara súkkulaði allt andlitið. Og það nú svona grunneðlið í okkur. Og það eiginlega sama með leynifélögin, þessi leynifélög sem stýra heiminum. Að fulltrúar þessara félag að mæti í sjónvarpið og bara, nei, við erum ekki í neinu leynifélagi, en það svolítið fyrir aftað á, eins og þegar fossetar eru svarðir inn í Bandaríkjunum, þá eru Vatíkanssúlur, það svona fánar fyrst, og svo Vatíkanssúlur fyrir aftað á. Og ef þið skoðið páfan í Róm, þá eru þeir með rauða krossa á búningunum sínum, sem eru merki þessara leynifélaga. Og svo ef þið skoðið bara helstu borgir heimsins, París, London og Washington DC, þá eru svoleiðis sko hexagrömmin og það í götukerfinu, það alla borginar eru bara upp og allar byggingar og bara ef þú kíkir á dollaraseðil, þá er þetta allt saman útkrótað í merkjum leynifélagana. Og það eru svona spjót sem standa uppi sem eru svona kallmannstátt, þetta stendur allstaðar í Washington og í París og London. Og svo eru hvelfingarnar, kvennatáknin, það eru kirkjurnar og þinghúsin og fleira slíkt. Þannig að það allt vaðandi í þessum merkjum út allt, en samt að fólk bara, það eru engin leynifélag til, þetta bara eitthvað rugl, þetta bara ekki satt. Og og þessi afli hefur tekist að leynast fyrir almenningi, og það eiginlega lykillinn að þetta fungeri.
Og sama ef við förum aðeins í biblíufræðin, það sagt að stæðsta afl Satans að honum hefur tekist að fela sig, telja fólki trúum hann sé ekki til. Þannig að það er samtenging þarna á milli líka. En hérna, ef ég fer svona aðeins yfir hvaðan þetta afl kemur, hvaðan þessi þetta er kannski 2-3-4 manneskjur í heiminum sem að eiga allar eignir, 70-80% af öllum eignum heimsins og stjórna öllum ríkisstjórnum heimsins, þau stjórna öllu. Þetta er ekki nema kannski 4-5.000 manns. Og þá segirðu kannski, það ómögulegt að svona lítill hópur geti stýrt 7 billjónum manneskja. Og það er alveg rétt að það er ekki hægt, hefur ekki verið hægt hingað til í mannkynssögunni að gera það með nefunum. Þú þarft að gera það gegnum hugarstjórnun. Og gott dæmi það er kannski rollur í girðingunni, rollur í haga. Og svo kemur bóndinn og smalahundurinn og alltaf smala rollunum heim. Og þá bara leið og bóndinn og hundurinn komið yfir hæðina, þá eru svona 2-3 rollur sem að byrja að labba af stað. Það segja, ok, við erum að fara. Og leið og 2-3 rollur svona aðeins fara mjakast á heimleið, þá bara fara allar hinnar á eftir. Þetta er svona bara rollu eðlið. Og svo reyndar kemur að fyrirstundum, ég man þetta frá því að ég var í sveitinni. Það kemur fyrir að nokkra rollur eru svona þrjóskar, þær vil ekki fara, þær standa bara kjurrar eða fara í hináttuna eða eru með eitthvað vesen. Og þess vegna maður með smalahund. Maður sendir hundir, farðu og sagt þess að 3 þarna sem ekki að koma með hópnum. Og þá láta þessar örfáu óþekku rollur, ok, við förum þá bara líka. Það gefa undan líka. Og það sem að hefur síðan gerst hjá mannfólki, meginþorina mannfólki er eins og rollur, en það er búið að innbyggja í huga mannrollana smalahundin líka. Þannig að fólki smala sér sjálft. Það er allt þetta, allir þurfa að vera eins, tískanir, notuðu þetta alveg miskanlegt, það er allir að vera í eins fötum og ekki bara í skólanum heldur öllum heiminum. Það eru sömu tískukeðunar alls þar í heiminum og allir þurfa að líta nákvæmlega eins út og hugsa alveg nákvæmlega eins og vera alveg eins. Og aðferðin við þetta hjá mannfólki er svolítið flóknari reyndar og það er þetta að splundra og stjórna. Það er til þess að setja smalahundin í fólk, þá þarf að búa til svona 2 hverju. Það eru 2 stjórnmálaflokkar, hægri og vinstri, það er McDonald's og Burger King, sama fólkið á allt sama drasli sko. Og fólk er látið rífast endalaust hvort við annað. Og það er í raun að rífast hluti sem skiptir akkurat einasta máli. Þegar fólk er að ef ég tek aðeins þessa hægri vinstri kenningar aftur, þá var það í seinni heimsstyrjöldinni þannig að það var lengst til hægri. Þar var Hitler kallinn og lengst til vinstri var Stalin. Og þarna var verið að segja okkur það að þetta væru 2 andstæður. Þegar sannleikurinn er sá að þetta voru samstæður. Af því að hvað vildi Stalin gera? Stalin vildi draga alla stjórn til miðjunar, miðstýra öllu. Stalin vildi byggja upp herveldi, hann lagði mikla áherslu á að byggja upp sterkan her, aðalega til þess að drepa sína eigin borgara. Og þeir settu báður upp concentration, Stalin vildi hafa svona concentration camp eða þrælabúðir eða svona heilaþvottabúðir.
merkilegt nokk að andstæða hans, sem að fólki var að tala trúum að væri andstæða hans, hafði áhuga á því að hafa miðstjórn á öllu, að draga alla stjórnun til sín. Hann hafði áhuga að byggja upp mjög stórt herveldi, hægri stjórnin Hitler, og hann sett upp fangabúðir eða þrælabúðir. Þannig að þetta ekki andstæður, þetta samstæður. Og þetta var svona legar síðustu aldar. Og í dag búið að færa legarnar yfir í annað form, en það eru nákvæmlega eins. Og það er verið að telja fólki trúum, og þar komum við inn á þessa vísinda rugl allt saman. Það er alltaf verið að telja okkur trúum að við séum bara, mannkinn sé bara nýfætt nánast, við vorum bara villimenn fyrir 2-3.000 árum, svo allt í henni bara poppaði upp siðmenning hjá okkur. Og þar kemur darwinismin og þessi þróun mannkins og allt slíkt, og það er alltaf, elítan að segja okkur, það var ekkert það á undan, það er bara svona svartnætti. Þegar sannleikurinn sá að það er töluvert af vísindamönnum sem hafa komið upp með þá staðreind, og þeir eru strax lagðir í einelti og farið að ráðast á það, að það eru til sannanir fyrir mannkyni 100-200.000 ára aftur í tíman. Og sú kenning sem ég hallast með stað í sambandi við hvaða fólk þetta er sem stjórnar heiminum, ég vil reyndar ekki ganga svo, eða svona, ég er ennþá með það í sviga að þetta séu marsbúar og eðlur sem hafa verið blandað saman við mannfólk, þó það gæti alveg eins verið þannig, það stemmir alveg við ástandið, en ég ætla svona aðeins að setja það í sviga. En blóðlínan sem er að stýra okkur virðist koma alveg frá Egyptalandi, frá Faraó. Og við sjáum að þetta sem að kallast fólk með blátt blóð, að þessar kóngaættir, og það eru nú hérna í Skandinavíu, danska og norska og sænska kóngafjölskyldan. Og svo í Hollandi kóngafjölskylda, svo breska konungsfjölskyldan, og að miðjan á þessu ógeðöllu í London í dag. Og allir forsetar Bandaríkjanna eru hluti af þessari blóðlínu, og þannig að okkur stjórnað af litlu mengi af fólki sem allt blóð tengt, sem allt náskylt. Já, eitt einkenni á þessu bláblóða fólki, eða aristókratinu, í gegnum alla tíðina. Þetta fólk sem kom úr Egyptalandi, fór til Feneyja, voru kaupmenn í Feneyjum, og og síðan fóruðu til Frakklands, og síðan fóruðu til Bretlands. Og það sem hefur einkennt þetta fólk alveg frá upphafi er að það byrjar á því að sita þjóðir, almenning í fangilsi, eða svona fanga fólk. Þetta sjáum við til dæmis bara í Palestínu, að það búið að byggja bara vegg utan þjóðina, og við þekkjum náttúrulega í Egyptalandi voru fólk var bara þrælar þar, og og við sjáum þetta líka núna að vera að gerast í Bandaríkjunum. Þar eru þessi FEMA-kamp að byggjast upp, og það sama þróunin í Bandaríkjunum og allan heim reyndar. Þannig að þetta fólk byrjar á því að svipta aðra frelsi, setja fólk inn í girðingar, og annað sem fylgir þessu fólki djöfladýrkun. Þetta fólk djöfladýrkandur, það stundar mannafórnir, það fórnar börnum, það drekkur blóð úr fólki, og þar komum við inn á hluti í nútímanum, erum við með Bohemian Grove, og fleiri heimildir eru fyrir því að það verið að stunda þessa starfsemi í dag. Og annað sem að þessi óþjóðalýður stundar að lána peninga sem það á ekki.
og þessi aristokratið, bláa fólki með bláa blóðið, það eru snillingar í að lána einhverja snepla og heimta vexti af því. Og það var í Frakklandi, voru þeir búin að, þeir fóru frá Feneyjum og inn í Frakkland, að þá var það 1307, árið 1307, konungurinn sem var þá í Frakklandi, hann ætlaði hann var orðinn skuldugur þessum hópa fólki upp fyrir eyru, sko. Hann skuldaði þessi leyniklíkum, þessum Illuminati eða hvað við köllum þetta, þessum leynihópi, konungurinn skuldaði þeim fullt af peningum. Og konungurinn fekk þetta frábæra ráð að bara, ég bara tek þetta fólk til fanga, ég bara ræðst gegn þessu fólki. Og hann réðst gegn þessum hóp föstudaginn 13. Og síðan frá þessum atburði kemur föstudagur 13. óheillamerki eða fólk vera að telja fólki trúum það í tilefni af þessu. En þessi bláblóða fólkinu tókst að flýja áður en að konungur réðst gegn þeim og tókst að flýja með auðæfi sín. Og þá fór þessi hópur upp til Skotlands. Og þar byrjar Illuminati, skoska musterisreglan eða Illuminati-reglan, frímúrarreglan, sem enn þann dag í dag eins og sterkasta í heimi eða svo virtasta. Nú síðan fara þeir frá Skotlandi og fara dreifast til dæmis upp í Skandinavíu og víðar. Og þetta fólk hefur alltaf kunnað, þetta eru skipulagðir glæpamenn, mjög skipulagðir glæpamenn. Og þessar reglur til dæmis sáu munið eftir stríðunum í Kína þegar flutt var inn ópíum til Kína í stórum stíl. Og það voru þessar fjölskyldur sem stóðu á bak við það. Og þá voru þau skip sem að sigldu með eiturlyfin til Kína, þau voru merkt með hauskúpum eða Skull and Bones með hauskúpumerkinu sem hefur verið í barnasögum síðan verið tengt sjóræningjaskipum. En þetta var auðkenni þessara leyniregluna. Og þar kemur þetta Skull and Bones og við vitum það núna til dæmis í Oxford ég held að það sé Oxford eða Columbia, þar þessi fræga leyniregla í Bandaríkjunum, Skull and Bones, sem að forseti Bandaríkjanna koma úr og þið getur fundið út af því hverjir koma frá Skull and Bones. Það mikið inn í bandaríska dæminu. Og þetta fólk byggir upp breska heimsveldið eftir að það fer frá Frakklandi, þá byggir það upp breska heimsveldið og við sjáum að breska heimsveldið lagði undir sig allan heiminn, Afríku, Ástralíu, Evrópu. Þessar fjölskyldur hafa lögðu undir sig heiminn, reyndar fyrir utan Ameríku. Og þá á ákveðnum tímapunkti þessar fjölskyldur, eins og segið, þar heita Illuminati, þar eru hinir upplýstu, þeir hafa miklu meiri þekkingu heldur en allir aðrir. Og til dæmis í þessum píramídastrúktúr í frímúrarreglunum eða Illuminati-reglunum, að þar toppurinn sá eini sem veit hvað máli snýst. Þá eru komin upp í 33. gráðu, 37. gráðu. Og jafnvel þeir sem í þessum reglum, frímúrarreglum eða hvað þessar reglur heita allar, ef þeir eru neðarlega í píramídum þá vita þeir jafnvel ekkert hvað í gangi eða hvað að ske. Og breska heimsveldið
stýrði svolítið sínum heimsveldum eins og í Afríku og fleiri slíkum löndum, við munum þetta á frægum bíómyndum. Þessu var meira stýrt bara með hnefunum og við munum frægara bíómyndir þar sem að breska heimsveldið veður yfir mann og annan við að ná sínum vilja og þá getur við til dæmis Suður Afríka frægu dæmi þar, aðskilnaðarstefnan og fangelsuna fólki og fjöldamorð og þjóðamorð og allt þetta ógeð. Þetta heimsveldi, eða breska heimsveldi, þessi ætt skiptu taktík á leiðinu. Þeir fóru semst inn í Ameríku og í raun stjórnar þessi elita Ameríku að miklu leyti og þeir komust að því að það væri hugsanlega betra og þá erum við komin í sögunni, þið sjá að þessi dæmi sem ég var að tala eru frá 1300 og 1400 og 1500 og Ameríka stofnuð 1776 eða stjórnarskráin og síðan fyrir svona 100-200 árum, 300 árum þá byrja að koma fram alls konar kallar sem að voru flestir í vinnu hjá þessu fólki og þeir fóru að velta fyrir sér að í staðan fyrir að vera að nota hnefana á fólk þá væri hugsanlega hægt að manipulera það eða að plata það og þá eru fullt af Freud til dæmis með sálfræði hliðina bróðir hans Burney sem var hérna yfir propaganda hliðinni og svo náttúrulega seríur af vísindamönnum sem að hafa verið að rannsaka með alls konar efni eins og til dæmis að setja flúor í vatni hjá fólki til þess að róa það niður og það var til dæmis í útreymingabúðunum í Þýskalandi þá var nota flúor til þess að róa fólk og þannig að þessi fyrir svona 100-200 árum þá fóru þeir að skipta taktík og síðan alltaf komu fullt af tæknin í alveg lagðist upp í hendunar á þessari fjölskyldu eins og sjónvarp og svona mass media þannig að þeim tókst að fara heila þó fólk í stórum stíl og eins og þeir lögðu þegar að sjóræningjamerki var notað til þess að flytja eiturlyf inn til Kína og þetta lið stjórnar allt Kína líka allir eins og Hong Kong og allt þetta var hluta breska heimsveldinu að þeir komust að því að þeir gátu lagt undir sig heimsveldi með að eiturlyfja almúgan og í raun eru þeir að gera það á heimsvísu núna að þeir eru bara að dópa upp almenning og vilja hvort að fólk vill það eða ekki og þeir sem allir ekki tilbúin að taka eiturlyf eða slíkt að þeir fá bara bólusetningar eða maturinn fullur af þessum efnum það spreyjað yfir fólk með flugvélum eiturefnum til þess að eyðileggja heilan í fólki og það allt hluti af þessu yfirtöku plani. Já, ef ég minnist aðeins aftur á all þessi merkin sína verkin að það til dæmis í París var flutt frá Egyptalandi einn af þessum pinnum sem eru valdatákn þessara fjölskyldna 3200 gömul nál var flutt frá eins og þetta sama á Washington Memorial það nú sennilega frægast svona pinni sem stendur upp og 3200 ára gömul svona nál var flutt frá Egyptalandi til Parísar og þið sjáum segja að allar fornleifar Egyptalands allar í Bretlandi eða Frakklandi og þannig að þetta fólk tók allt draslið með sér eða hefur sankað að sér öllu draslinu sína og þessi elita, þessi konungsfjölskyldunar og þetta lið, global elít, þeir eina aðferðin sem þeir nota og ég minnst stundum áður það sem þeir kalla problem reaction solution aðgerð og ein staðsta slík aðgerð sem framkvæmt hefur verið fyrri og seinni heimsstyrjöldin. Áttam á því að fólk erfitt með að kyngja því en problem reaction solution
sko fólk til dæmis ef þú ferð, þetta sama á að sjóða frosk, ef þú myndir segja fólki já við ætlum að sitja upp í alheimsstjórn, við ætlum bara að vera með alheimsher og við ætlum að bara vera með lögreglur nött, þar sem við ráðum öllu, fólk myndir bara senda inn því ætlum ekkert að gera það. En hins vegar, ef að þeim tekst að búa til aðstæður eins og var gert í fyrr og seinni heimsstyrjöldinni, þar sem að það stanslaust stríð og morð og nauðganir og bara ógeð eins og fyrr og seinni heimsstyrjöldinni var, það var bara tugir milljóna sem að töpuðu lífinu. Þá kemur svo tímapunktur að fólk, almenningur segir bara nei, við verðum að stoppa þetta. Við getum ekki haldið endalaust svona áfram að drepa hvort annað. Og það eru sem sagt reaction, það eru viðbröðin við öll þessu ógeð sem þessi elita fjármagnaði öll á framleiti. Og og þá eru sem sagt viðbröðin frá fólkið, við verðum að stöðva heimsstyrjaldir og verðum að reyna að ná fram einhvers konar frið í heiminum. Og þá mætir global elitan með lausnina sem að þeir höfðu náttúrulega strax í upphafi planað að koma með. Og þá niðurstaðan var að stofna Sameinuðu þjóðirnar og Evrópubandalagið. Og þetta hafa þeir síðan þróað áfram og eru að setja upp alheimsstjórn eða world government. Þeir ætla að setja semst alþjóða central bank eða seðlabanka sem bara þeirra. Þeir ætla að vera með eina alheimsmynt, þeir ætla að vera með einn her, það verður bara einn her í heiminum og það verður undir einni stjórn og að microchipa fólk, eða setja rafmerki í fólk sem reyndar líka stjórnur, eða það til þess að stjórna þér. Þess að ef þú gerir ekki það sem að þessi yfirvöld vilja og gerir, þá myndu byrja að deyja. Og þarna eru þeir í dag til dæmis stanslaust að beita problem reaction út allan heim, 9/11, war on terror, allt þetta dæmið sem í gangi allt hluti af þessu markmiði. Nú, þeir eru semst efst eru þeir með world government og þessar stofnari sem ég talaði NATO til dæmis hluti af þessu og NATO-merkin eða fara að skoða merki NATO þá eru þau öll útkrótuð í auðkennum þessara elitu og undir world government European Union sem að þróaðist frá EES Evrópu, eða svona bara fríverslunarsamningi. Þeir eru með American Union sem að þróast frá NAFTA og síðan eru þeir með Pacific Union sem að þróast frá APEC. Þeir sem byrja á því að koma til þjóða og segja já, við ekki gera svona fríverslunarsamning. Og síðan ágerist það þá til að þjóðin endar með því að hún hefur tapað öllu sínu réttindum og við sjáum þetta bara gerast til dæmis á Íslandi gegnum EES-samningin. Það alltaf dómsmál að fara til Evrópu, getum við ekki séð okkar eigin dómsmál lengur, hvers konar land það? En það verður á toppnum world government, síðan verður Evrópubandalagið, amerísku bandalagið og Pacific bandalagið sem að verður síðan eitt út bara og rend saman í eitt alheims bandalag. Síðan verður undir því eitthvað svona þjóðir og svæði og þar komum við reynda inn á Agenda 21 sem eru svona svæðistjórnir undir þessu apparati og síðan við fólkið með mikroflögu í arminum og eiturpillur sem hættir að starta hvenær sem Og þessi elita hefur myndað það sem þeir kalla the round table eða þess hringborðið og í þessu hringborði eru stofnanir sem að þessi þetta allt saman einkafyrirtæki, World Bank einkafyrirtæki, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn einkafyrirtæki, Sameinuðu þjóðirnar eru einkafyrirtæki. Það bara þessir elitur eiga þessar stofnanir.
þetta ekkert, og Evrópubandalagið bara einkafyrirtæki. Þið sjá að það engin kosin, forseti Evrópubandalagið ekkert kosin, hann bara skipaður. Og það bara þessi elita skipar forseta Evrópu. Og lýðræði, það verður ekkert frelsi eða lýðræði í Evrópu eða í heiminum í framtíðinni ef þetta heldur áfram. En í þessu roundtable eða hringborði þá eru þau með Sameinuðu þjóðirnar og þeir eru með The Bilderberg Group og þeir eru með Club of Rome og þar kemur Rómaveldið inn, þeir eru að endurræsa Rómaveldið, Royal Institute of International Affairs, The Trilateral Commission og Council of Foreign Relations. Til dæmis það hefur engin orðið forseti í Bandaríkjunum að vera meðlimar af Council of Foreign Relations. Það engin í Evrópu sem að verður forseti eða sem kemst langt öðru sem að vera stimplaður af Bilderberg-grúpunni og það sjáum við marga Íslendingar hafa mætt þar. Og til dæmis við sjáum til dæmis í Bosníustríðið var pröfukeisla var Problem Reaction Solution aðgerð, Bosníustríðið getur vantilega kynnt ykkur það líka aðeins betur og Bosnía var markmiðið var að koma á alheimsher eða friðargæslaliðum Sameinuðu þjóðanna eða búa til her fyrir þessu öfl. Og fyrsti svona friðar umleitandinn sem var að reyna að fá fram frið í Bosníu sem þeir enda störtu þessu stríði sjálfur var Lord Carrigan. Hann Bilderberg meðlimur. Síðan kemur næstur Lord David Owen. Hann Bilderberg og þeir koma á undir nafni Sameinuðu þjóðanna eða friðar eitthvað bla bla. Og nú síðan kemur Carl Bildt frá Svíþjóð, hann mætir hann sem eitthvað svona friðarleikari og síðan kemur Stoltenberg, ekki eins reyndar, það annar Stoltenberg sem hann mætir. Og síðan mætir hann að Jimmy Carter sem í Council of Foreign Relations og Trilateral Commission og hann kemur í gegn að til þess að stöðva Bosníustríð þá þurfa að vera alþjóðaher. Og síðan þessi her náttúrulega í hraðri uppbyggingu og ekkert lát á þeirri uppbyggingu. Og markmiðið okkur talin trúum að þessi hernaðaruppbygging og allt þetta brölt og allt þetta vesen sé til þess að venda okkur og til þess að hjálpa okkur og Evrópubandalagið til þess að hjálpa okkur. En það ekki satt. Evrópubandalagið byggt upp sérstaklega til þess að gera okkur að þrælum, til þess að svifta okkur öllu frelsi og eyða okkur. Og þetta fólk, þessi fjölskylda, þessar fjölskyldur, þetta lið, svona upp úr 1900 og svona upp úr 1900 eða svona í kringu 1900 þá kemur inn í þetta dæmi eugenics eða þessar hugmyndir að eyða mannkyni að eyða bara 90% mannkyni og það inn í öllu þessu dæmi og þið sjáum til þess að Sameinuðu þjóðirnar eru með alls konar skýrslur og plön og áætlanir að eyða mannkyni eða þeir koma alltaf undir fögrum merkjum þeir tala með að hafa stjórn á fólksfjölgun og fleira slíkt. En þetta allt saman blekkingar. Það bara að vera að plata okkur. Og þessna, ég ætla nú að sitja hérna fyrir neðan 4 tíma mynd með honum David Icke. Og ég skora á ykkur að hann fer endan inn í morðið á JFK og Díönu og fleira slíkt. Og hann með mjög flotta myndir af þessu öllu og allir í grafíkinni. Þannig að þótt að þið kannski getið ekki alveg fallist á þetta með David Icke að þetta séu eðlur samsull af eðlum mannkyni og marsbúum
þá bara sittið það í sviga og horfið á myndina því hann alveg spot on með allt myndmálið og allt sem í gangi og hann mjög þægilegt að hlusta á hann mjög góður kennari og svo reyndar í þessu myndbandi sem að ég nefnið í síðasta hlutanum þá fer hann að tala að við séum öll bylgjur og við séum og allar þær pælingar og ég hef sagt það áður, ég kristinn og ég frelsaður fyrir blóð Jesú Krists og eitt sem fyrst David Icke ekki alveg ná ég hef tölvöld sterkan bakgrunn frá kristinni og ekki svona þessari stofnana kristni heldur lifandi kristni sem sagt heilugum anda, ég fylltur af heilugum anda og þetta sem hann byrjar að tala þessar bylgjur og hvernig þetta allt sem hann fungerar það get ég alveg heimfært upp á mína trú og mínar upplifanir sem tengjast heilugum anda og þótt að hann sé halda því fram sem eflaust rétt að þessi elita bjó til trúarbrögð á sínum tíma til þess að fanga huga fólks og núna hafa þau búið til þessa háskólasamfélög og vísindasamfélög til þess að fanga huga fólks og það getur eflaust verið rétt hjá honum. Hins vegar vitum við allir í háskólanum þar heilmikið af gagnlegu dóti. Það töluvert starffræðiþekking og mikið af góðum verkfræðingum sem komum á háskólum og allt í lagi með það. Þótt áttu sig ekkert á heildarmyndinni. Og sama með Biblíuna, að Biblían sem slík mjög góð grunnbók. Það heilmikið af vísindum í Biblíunni. Og það sama og þeir segja með Illuminati, þetta snýst allt þessa uppljómun að ég trúi því til þess að þegar fólk horfir á mig kannski og David Icke og fleiri sem að tala þessa uppljómun að þá munum til dæmis alls konar vísindamenn sjá sín vísindi í nýju ljósi og þá vakna þeir og að því að þú ert með þennan vísindalega bakgrunn þá skilur miklu betur hvað það verið að tala þegar þú upplýsist þá kemstu miklu lengra og sama mig með þennan biblíugrunn og þennan kristna grunn að þegar ég fæ þessu uppljómun þá tengi ég strax og kemst strax miklu lengra þegar ég hef ákveðin bakgrunn. Þannig að þetta vídeo hefur verið hluti af mínum vakningaferli að reyna að vekja fólk og við stöndum á svakalega miklum tímamótum af því að það komið svo mikið tækni og þeir eru til dæmis fannir að geta lyfjað hermenn bara þannig að þeir verða algjörlega hálfgerði vélmenni, þeir þurfi ekki vélmenni, þeir geta bara sprautað hermennina sína upp og þeir bara eru sturlaðar morðvélar. Við séð það gerast í þessum stríðum sem hafa verið undanfarið í Afganistan, Írak eða hvar það er. Það er bara menn á lyfjum hafa eitt heilu þorpunum og gert alveg skelfilega hluti. Og þannig að ég hveti ykkur til þess að eyða þessum 4 tímum í hann David Icke vinn minn og ég vil minna ykkur á að styrkja mig, það væri mjög gott að fá smá styrki og það hérna upplýsingar það fyrir neðan hvernig hægt að gera það. Takk fyrir.